Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Við sitjum hérna eldsnemma á miðvikudagsmorgni í menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem að ég starfa sem íþróttakennari og tek upp alla þættina. Og hjá mér sitja tvær dásamlegar konur. Það er Margrét Leifsdóttir og Guðrún Tinna Thorlacius sem er með sjóbaðsleikja námskeið. Og ég er einmitt að klára mitt annað námskeið núna og ætla heldur betur að fara aftur í desember. Verið velkomnar. Takk fyrir. Og mér langar svolítið að kannski bara fá að kynnast ykkur aðeins fyrst báðum og svo kannski hvernig þið kynntust og hvernig þessi námskeið urðu til. Þetta er svo frábært konsept hjá okkur. Bara Takk fyrir. Hver vil byrja? Takk fyrir að bjóða okkur að koma. Ég er bara mín ánægin. Það er skemmtilega að sagja hvernig þetta byrjaði vegna þess að eins og svo margt sem að verður gott gerist í upphafi fyrir tilviljun. Og við Tinna vorum að æfa saman og Eða æfa á sama stað. Já, við vorum að æfa á sama stað. Þekkjumst að Seltjarnarnesinu, en við samt ekkert mikið, bara svona könnumst við hvora aðra. Og fyrir tilviljun vorum við náttúrulega á sama stað 2 í viku. Einmitt. Já. Svo kemur Tinna til mín og spyr hvort að ég var búin að vera að halda heilsunámskeið og svona og Tinna mikinn áhuga heilsu líka í heilsugeiranum og spyr mig hvort að ég sé til að halda með henni námskeið föstur. Einmitt. Mér langaði svo að halda föstunámskeið af því að ég hef verið að rannsaka föstur sjálf. Ok, ræðum það eins og eftir. Já, og finnst þær áhugaverðar og mér langaði að halda námskeið og til þess að svona miðla bara alls konar upplýsingum föstur. En mér langaði ekki að gera það ein. Mér langaði svo í eitthvað gott samstarf og var búin að spotta Margréti í ræktinni og var svona að hugsa bara, já, heyrðu, ætti ég kannski að spyrja Margréti hvort hún væri til í þetta með mér. Og ég held að ég hafi hugsað þetta svona, hugsa málið í svona viku. Áðan ég hugsa bara, nú spyrja hana. Og þannig að ég gekk yfir til Margrétar og stakk í saðinni og hún alltaf tók bara vel í það. Það er alltaf bara strax já í mér, sko. Og ég stakk upp að því hvort við ættum ekki að hafa sjópuð með. Já, svona námskeið. Hafðirðu þá verið að stunda sjópuð áður? Ég hafði verið að stunda sjópuð í svona 10 ár, en alltaf bara einu sinni í viku og ég hef búin að hugsa að ég þyrfti að gera það oftar. Okay. En kom mér aldrei í verk að gera það. En svo þegar maður byrjar að kenna öðrum að gera eitthvað, þá verður maður að gera það sjálfur. Besta leiðin til þess að plata sjálfa mig er að halda námskeið og þá ger ég allt sem ég segi öðrum að gera. Það er svo mikið snill. Það er í alveg. Við erum að halda námskeið sem við viljum sjálfa fara á og þurfum að sjálfur að fara á. Og Tinna var líka búin að vera stunda sjópuð og svo þegar við byrjum námskeiðið og við erum að tala um föstur og æfa okkur í föstum og svo er komið að sjópastímanum og þetta var 3 vikna námskeið og ætlum að vera einu sinni í viku í sjónum. Og við byrjum í gulri viðvörun, fötin okkur fög út allt, það var COVID, það var engin pottur eða gufa í Nauthólsvíkinni og við svona, við veitum ekki alveg hvernig þetta verður. Svo bara næsti tíma á föstu námskeiðinu þá segja konurnar okkur allar, þetta var allt konur á námskeiðinu. Býtu, við erum ekki að fara að bíða hérna í viku til þess að fara aftur í sjóin. Fannst það með þetta svona gaman? Þeim fannst þetta svo geggjað við þessar aðstæður. Þannig að við sögum bara strax, já, allt er leið, við breytum bara námskeiðinu, við ætlum að vera 3 í viku í sjónum. Já, þarna skapaðist þetta munstur. Við byrjuðum fyrsta daginn í sjónum á 3. degi og svo á þessu föstu námskeiða þá var hentugt að fara á 5. degi og svo á laugardegi. Já. Og við höfum bara gert það síðan. Okay. Þetta var í nóvember fyrir 3 árum. Svo kom desember og þá hugsaðum við, það vil lengi fasta í desember, þannig að við viljum bara vera með sjóbaðsleikjarnámskeið í desember. En desember er alltaf svona, fólk er svo mikið upptekið í öðru og gefur sér ekki tíma fyrir sig. En samt í desember kannski mikilvægasti mánuðurinn til þess að skjótast í sjóun og fá skjótfengna velíðan og slökun. Þannig að þegar við byrjuðum bara með sjóbaðsnámskeið þannig í desember að þá vorum við að fá mjög litla skráningu og við fylltum upp í með vinum og vinkonum svo þetta var ekki neyðarlegt og við vorum svona 12 til 15 og svo í janúar þá var bara uppselt og það er meira minna búið að vera við erum búin að vera með full námskeið síðan. Já, ég er búin að vera að spjalla við nokkra svona í pottunum eftir tímana og þá heyrir maður það sem eru búin að vera bara alveg frá upphæði. Já, Það er alveg dásamlegt. Og það er líka eitthvað við þetta samfélag sem er í kringum okkar hóp að það er þetta er samfélag og við erum að gera þetta saman
og það ekki síður hópanir okkar eða konurnar sem að koma til okkar á námskeið eða konur, við erum náttúrulega mest með konur en við erum alveg með námskeiðin eru fyrir alla samt og það ekki síður þeim að þakka að ég fer í sjóin þannig að ég væri ekkert að fara í sjóin suma daga nema því að ég á að mæta og það er það sem að gera þetta svo gott. En hvað kom nafnið? Glaðari þú? Já, Margrét á heiðurinn að því nafni. Við vorum eitthvað að hugsa föstunámskeið og þá vorum við að hugsa hvað eigum að kalla þetta föstunámskeið og við vildum hafa þetta eitthvað öðruvísi heldur en bara fasta í nóvember. Þetta var eitthvað svo leiðilegt. Þannig að þú komst með þetta nafn á föstunámskeið okkar, var það ekki? Glaðari þú? Ég held við kölluðum föstunámskeið eitthvað svona lýsandi fyrir föstunámskeið, svo vorum við að hugsa hvað við ættum að láta sjóbasleikjanámskeið heita. Já, og við vorum að hugsa alls konar nöfn og svo náttúrulega er einfaldleikin oft bestur og sannleikurinn og við vorum svona að hugsa, þú veist, ég meina, ok, hvað gerir sjórinn fyrir okkur? Við verðum glaðari. Þannig að þess vegna heitir þetta glaðari þú. Og hver er ávinningur sjóbaða eða sjósunds? Góð spurning. Það er svo margt. Þetta náttúrulega er alveg krefjandi og erfitt að stíga út í kaldan sjó og þetta reynir á mann. Þetta er þrautsegja og þetta er líka áræðni og það þarf hugrekki. Það er það sem þú þarft til að mæta. Og uppskeran úr sjónum er náttúrulega fyrst og fremst gleði og þú kemur upp úr sjónum algjör sigurvegari og það er svona þessi líðan sem að ég tengi svo sterkt við og það er það sem að dró mig alltaf í sjóin á sínum tíma þegar ég byrjaði að stunda sjósund fyrst að ég fann að ég var bara hamingjusum og en svo er það náttúrulega líka ýmislegt sem þetta gerir fyrir líkamann og þetta tekur niður bólgur og þetta hefur jákvæð áhrif á sógaðakerfið og við erum að vinna með þetta styrkir ónæmiskerfið okkar þannig að það er bara alls konar góður ávinningur að því að stunda sjóböð, að stunda köldböð og eins og við gerum þetta að okkar hugmyndafræði snýst það einmitt að stunda sjóin í mildi og með leikgleði að leiðarljósi. Þannig að við erum að sjórin er fyrir alla eins og við viljum stundan. Stuttasvari fyrir mig væri bara sjórin lagar það sem að þarf að laga í þínum huga og líkama og margir tala líf áður en ég byrjaði að stunda sjóin og eftir ég byrjaði að stunda sjóin að það sé bara breytt líf og þetta er bara eiginlega einhver galdur sem er erfitt að lýsa og þannig að fólk tengi að þá er ég til dæmis kannski var mest að kuldaskræfa í öllum alheiminum. Ég gæti ekki farið í sundlaugar á Spáni, maður minn fór ofan með börnin mín í sundlaugarnar. Eða ég fór helst eiginlega ekkert í kaldan sjó eiginlega, svona vegna sem ég varst bara kalt og ég hugsaði bara þetta er bara óþægilegt fyrir mig. En þar liggja tækifærin svo oft, veist, það sem er óþægilegt fyrir mann er oft manns mesta, það sem að gera mest fyrir mann og þegar að maður segist verið í sjónum og svona, ég tek eftir því að fólk svona bara, maður færi svona aldrei svona virðingu. Veist, þetta er svo mikil miskilningur vegna þess að þetta er svo stutt sem að við erum í sjónum og við erum í skóm sem að valda því að okkur er ekki kalt á tánum. Þannig að þetta er í raun og veru svo miklu auðveldra heldur en fólk heldur. Og við erum í raun og veru að sækja svo mikla gleðivímu og bara svo mikla gleði á svo stuttum tíma. Þannig að segjum eins og í desember, þú hefur bara engan tíma því það er svo mikið að gera hjá okkur öllum. Þú veist, þetta tekur í raun og veru, þú veist, 1 til 5 mínútur að fara ofan í sjóin og veist, þetta getur tekið svona kortir 20 mínútur að gera þetta. Og það er svo mikið þess virði og þetta er svo miklu auðveldara heldur en við höldum og svo erum við svo heppin, við erum svo lánsum að búa á eyju og hafa bara yfir höfuð aðgang að köldum sjó. Það er alveg rétt. Já, og mér dettur í hug líka þegar þú segir þetta að við erum svolítið að endurhanna samband okkur við kulda eða hugmyndir okkar kulda og við náttúrulega búum í hlýjum húsum og við eigum góða skó og við erum í hlýjum fötum og það reynir aldrei neitt á það okkur verði eitthvað alvöru kalt og svo eru skilaboðin líka passa að verði ekki kalt, klæddu þið vel. Akkurat. Þú veist þannig að þegar við förum að stunda sjóin þá er þetta kuldaþjálfun
og við erum að endurhanna samband okkar við kulda og endurhanna líka hugmyndir okkar kuldan. Já. Og núna í nóvember, þegar það orðið kalt í sjóin, eins og í gær þegar við fórum að þá var 2 gráðu lofthiti, sjórin var 2 gráður, en það var logn. Já. Og þetta var algjörlega dásamlegt, bæði að labba í sjóin og vera pínu stund og svo líka koma upp í fjöruna og standa í fjörunni og hita sig upp sjálfur eins og við gerum og aðeins að sprella og leika og leyfa líkamannum að jafna sig eftir þennan kulda úr sjónum og ná í sig hita sjálfur og þetta valdeflandi. Mér finnst einmitt svo æðislegt við þessi námskeið, það þessi mildi sem þeir að tala um. Þú veist, maður ekki að fara onni á hörkunni. Ef manni líður bara þannig þann daginn, maður bara ekki tilbúin að fara hærra en mitti, þá það bara allt í lagi og maður bara gerir það og bara fer aftur. Veist, og það finnst það svo mikilvægt. Þetta mjög mikilvægt, af því að kuldaþjálfunin eins og við erum á stundana og að labba í sjóin, að þetta spegill á taugakerfið. Og ég ætla akkurat að tala um taugakerfið, gott að komast inn á það. Einmitt, þetta spegill á taugakerfið og stundum föttum við ekki fyrir við erum bara að ganga út í sjó, bara, vá, þetta ekki alveg minn dagur. Þú veist, þegar maður finnur að maður kannski næri ekki að ná stjórn á öndununni eða næri ekki alveg að slaka inn í aðstæðurnar, að þá einmitt svo mikilvægt bara að stoppa. Bara halló, stopp. Þú veist, þetta of mikið álag fyrir því í dag. Einmitt. Ég get tekið eitt dæmi. Ég held að hafi verið bara upphafi COVID. Þá fór ég á svona hætt að væla að fara að kæla námskeið sem var bara mjög gott. Ég lærði alveg mikið af því. En þar var svona líka kuldaþjálfun. Og ekkert mál að labba berfættur út í snjónum og mér fannst það ekkert mál og svona. Svo fórum við í kalt ker og mér fannst það mjög erfitt og allt það. En ég man ekki hvort það var síðasta daginn eða loknámskeið. Þá voru klakar onni í kerinu, bara fullt. Og ég horfði bara á þetta. Og ég fraus og ég fór að hágráta. Wow. Og ég hugsa, hvað í gangi? Ég váttaði mig ekkert á því hvað var í gangi þá. En á þessu tímabili þá var ég, bara komin algjörlega upp á vegg. Ég var bara alveg við það að krassa. Og það hefur bara verið taugakerfið mitt, var svo uppdregt og þarna hafði ég ekki stjórn á aðstöðu með eitthvað. Ég veit ekki hvernig. En þannig þú bara að segja, ég undir svo miklu álagi að ég get þetta ekki. Nei, og ég bara hugsaði, vá, hvað í gangi? Ég skildi þetta ekki fyrr en nokkrum árum setna. Og þegar ég kom til ykkar fyrst í mars, þá var ég bara miklu betur, miklu betra jafnvægi og þá fannst mér þetta bara dásamlegt og líka því að þá maður bara sína sér þetta mildi, bara byrja hægt og fara líka í pottin eftir á, það vokási eða gufuna. Hugsaðu þér þegar þú segir þetta, svo fallt að heyra þig lýsa þessu vegna þess að líkaminn í raun og veru klárari heldur en við. Hausinn á okkur ekki klárasti hlutin á okkur. Líkaminn veit þetta og við gerum í raun og veru of lítið af því að hlusta á hann. Akkurat. Og þegar við finnum fyrirgjötina að ég ætla að bæta við bara þessu oft sem að fólki okkar kemur til okkar og bara, ég búin að vera veiki í 3 vikur, ég búin að bara komast og ég þrái að koma og þá það bara þannig að líkaminn hann bara öskrar á að fá að komast í sjóin. Ég ætlaði með að segja líka ég tekki þessi námskeið hjá andra, ég byrjaði líka í sjónum hjá hætt að væla kondakjæla, þannig byrjaði ég í kuldaþjálfun og mér fannst að það sem ég upplifði fyrst og fremst þar var einmitt bara, ég var hamingjusum, ég var að fríka út ég var svo glöð eftir að hafa dippað í þessu kari. En svo fannst mér svo lítið spennandi að fara í kar. Ég einhvern veginn var ekki spennt fyrir því. Og þannig fór ég að stunda sjóin. Svo mikið orka í sjón. Það svo mikil orka að vera í náttúrunni. Og líka það sem svo stórkostlegt að vera í sjónum þegar maður svona mikið úti. Við erum svo mikið úti, alveg 3 í viku. Og mér finnst til dæmis eins og núna þessi tími vetrarins, það sem að byrstustíð minna. Og það ennþá að verða meira myrkur og styttri dagar. En maður upplifir eitthvað svo mikið ljós og mikla birtu í deginum samt. Og strax í janúar, af því að við erum náttúrulega alltaf á sama tíma að dippa, að strax í janúar þá erum við farin að upplifa bara, vá, það að birta, finnið þið, það að birta, það aðeins meira að birta og það einhvern veginn, maður svo mikið með í náttúrunni. Akkurat. Ég elska það. Já. Ég hef ekki trúið því að ég myndi fara á sjó. Ég hugsaði þetta fyrst sjósundsnámskeið en þetta náttúrulega sjóbaðsleikjanámskeið þannig að þeir sem aldrei hafa farið því kannski getur lýst einum tíma
Já, þetta er svo mikilvægt að ég átt að sjá því að við erum að leika okkur og við erum að gera þetta gegnum gleði og mildi og leik og tíminn er þannig að við mætum og við hvetjum alla til að mæta þó að mann langi ekki til að mæta eða þú veist, bara það að bara koma og þá ég vil taka bara þátt í uppbytuninni og fá bros og famla frá ykkur og svo hlýjandi nærandi og svo það líka kuldaþjálfun bara mæta, segjum að veðrið sé brjálaveður, rók eða rigning eða snjór, að það er alltaf tími ef það er þriðjudagur, fimmtudagur eða laugardagur, það er alltaf tími. Þetta í raun og veru svona stefnumót í fjörunni þannig að við eigum stefnumót í fjörunni tökum svona rólega stund þar sem að við gefum okkur tíma til þess að mæta staðinn og vera bara svona til staðar og við tökum oft létta hugleyslu æfingar í byrjun, síðan tökum við uppbytun og svo leiðumst við út í sjó, það er mjög mikilvægt. Mér finnst ekki gaman að fara ein í sjón, ég þarf að fá einhvern til þess að leiða mig og við syngjum vegna þess að öndunin er svo mikil og stórt atriði, öndunin við stjórnum líkamannum með önduninni og við þurfum að vera við stjórn og ná róleira öndun og þú veist þetta hefur náttúrulega með parasympatíska taugakerfið okkar að gera að komast þangað og við syngjum krummukrungar úti til dæmis oftast, já, það er svona þema hjá okkur að syngja krummi okkar, nákvæmlega og svo, já það hjálpar ég hafa til ofandan já og það sem að gerist með söngin að þegar við erum að nota öndun við erum að róa taugakerfið þannig að við erum að lengja útöndun og það gerist ósjálfrátt í söng þannig að þá ertu ósjálfrátt á þess að sért eitthvað að stýra því þá bara lengir útöndun og þannig þess vegna er mikilvægt að syngja á leiðin út í eða okkur, við gerum það þannig í staðin fyrir að segja fólk að telja við gerum það líka þegar við komnar út í þá er það við öndum inn á 3 og við lengjum útöndun, öndum út á 6 þannig er þetta að róa kerfið og svo er það bara slaka Stundum erum við með hugleyslu í sjónum, stundum erum við eitthvað að sprella í sjónum og það sem er eiginlega fyndið og skemmtilegt er að þegar að fólki okkar kemur á námskeið og þá eru allir svolítið stressaðir, bara geti þetta og er þetta ekki á erfitt og svona. Þú veist, það tekur kannski viku eða 2, þá stöndum við þarna uppi kannski og bara please er þið til að koma upp úr. Þið megið ekki vera lengur núna vegna þess að, þú veist, við viljum ná í orku í sjóin og við megum ekki vera of lengi þannig að þá verðum við bara þreytt. Þannig að við erum að vinna með, þegar sjórinn er komin undir 5 gráður, við erum að vinna með 3 mínútur og þá komum við upp úr og þá leikum við okkur aðeins, þá heitum við okkur aðeins upp, dönsum og sprellum og það skiptir svo miklu máli í lífinu að taka sig ekki of alvarlega og það er það sem að gerist þegar við eldumst, það er 2. Þægindarhringurinn okkar minnkar og við þurfum að taka okkur svo alvarlega, við þurfum að sýna öllum að við séum eitthvað ákveðið, við séum svo klár, við séum svo svona, þú veist, hei, skiptir ekki máli, getum við ekki bara gefið okkur heimild til þess að vera eins og við erum og staðið með okkur í gegnum það og leikið okkur og verið frjáls. Akkurat. Það er það sem er svo dásanlegt að sjóin, við elskum það að við erum bara öll í sundfötum, í fjörunni og þú veist ekkert neitt hvað einhver gerir eða þú ert ekki vinnan þín, þú ert ekki menntunin þín, við erum bara öll á sama stað og þannig að það er engin status í sjónum. Mér finnst það svo skemmtilegt. Þannig að við vitum ekkert hvað fólkið okkar gerir og að því að það skiptir engu máli. Nei. Það er það sem. Þannig að við erum öll bara eins og við erum bara að gera hlutina saman. Og einmitt þetta að það er líka, við erum ekki bara að brjóta þægindarhringinn með því að stinga okkur í að fara í sjóin, heldur eru við líka að fara út úr þægindarammanum með því að dansa í fjörunni á sundból. Og það er alveg krefjandi stundum og stundum erum við með fullta áhörfundum og fólk sem eru að taka myndir og finnst þetta náttúrulega skrítið eða merkilegt eða skemmtilegt og en að því að við erum samfélag og við erum að gera þetta saman að þá svona skapast einhvers konar stemming að við erum bara í okkar, við erum bara með heimild, við erum að leika og það gerir þetta líka svo skemmtilegt. Það er svo geggjað að vera bara dansa á sundbólnum í kuldanum og vera bara vá, þú veist, mér líður svo vel, það er eitthvað. Svo er þessi velíðan sem að þú tekur upp úr sjónum og svo einmitt þegar við erum að hita okkur upp, þetta er svo mikil velíðan sem að fylgja þessu að leyfa líkamannum að ná í sig hita sjálfur og við erum að virkja vöðva, þannig að við setjum stóru vöðvana, rass og læri og
og gerum hreyfingar, spennum, búum til vöðvaspennu, þannig erum við að ná í hita inn í líkamann og það svo mikil velliðan sem að fylgir þessu. Svo förum við í pottin og gufuna, við gerum það alveg, ekki að því að við þurfum þess, heldur að því að það bara notalegt. Þá förum við að spjalla og hangsa pínu í gufunni, en við gætum farið heim, að því að eftir sjóin, þá erum við ok. Þú búin að hita þig upp og þú gæti farið beint heim. Já, við förum líka ofta á öðrum stöðum líka, þar sem ekki pottur og gufa, þannig að við svona æfum okkur líka í því að taka kuldan með okkur og vera aðeins lengur í því. En já. Já, og það líka notalegt, það líka gaman að fara beint heim eftir sjó, af því það önnur tilfinning að hafa ekki farið í pott og gufu. Þá svona lifir lengur aðeins í þessari velliðina tilfinningu úr sjónum og úr kuldanum. Já, svo eitt sem ég langar svo að segja. Maður tekur svo mikið, þetta ekki bara þessi tími þegar við förum í sjóin, heldur það að geta farið út í kaldan sjó og slakað á inn í það, því það það sem þetta gengur út á. Þetta gengur út á að fara í ögrandi aðstæður en ná að slaka á. Og það eitthvað sem að þú tekur með þér inn í lífið, þú getur tekið inn í allar þínar aðstæður í lífinu. Og fólkið okkar hefur lýst í svo skemmtilega, ég man sérstaklega eftir því ein kona sem að vinnur í heilbrigðiskerfinu og hún var bara mjög kræfandi aðstæður hjá henni í vinnunni. Og þá fórum bara í þetta, bara ok, ég get verið út í sjó í 2 gráðum og ég get slakað á inn í þetta, þá get ég líka slakað á inn í þessar krefjandi aðstæður og náð stjórn yfir aðstæðum og þá frekar vali viðbragð og allt þetta, þú veist, við getum rétt ímyndað okkur hvernig það að takast á við eitthvað þegar við erum í uppnámi og náum ekki að hugsa rökrétt eða hvernig þegar við náum að róa okkur niður og velja viðbragð. Þetta einmitt þessi næring fyrir taugakerfið sem svo mikilvæg og við séum einmitt að æfa, við erum að æfa okkur í að takast á við krefjandi aðstæður með því að labba í kaldan sjó. Og svo þetta æfingabúðir fyrir hjarta og æðakerfi líka og þannig að við viljum alltaf bara vera í meðvitund gagnvart því. Þannig að þó að við séum að labba mjög róleg út í sjó, þá alltaf milljón í kerfunum innra með okkur. Akkurat. Og þetta orkufrekt. Og þess vegna eins og þú sagðir áðan, Margrét, að við viljum ekki vera of lengi. Við erum með klukkuna til þess að fylgjast með að við séum ekki of lengi, en ekki til þess að því að það svona einhver mýta, að þú sért 1 mínútu per 1 gráðu ofta sem að fólk heyrir. En það ekki, við erum alls ekki að mæla til þess. Og það í raun og veru ekki kúl að stunda sjóin þannig. Þú stundar sjóin alltaf í samtali við hvernig þér líður hverju sinni. Og 1 mínúta í dag gæti verið bara 30 sekúndur á morgun. Þannig að... Já, það mikilvægt að fólk fari ekki of skart að stað í kannski þegar að byrja. Já, þess vegna kemur inn þetta mildi. Við þurfum alltaf að hlusta. Og svo náttúrulega erum við bara ólíkir einstaklingar og við sumir búa við mikla streitu og mikið álag í sínu lífi og þá enn meiri ástæði til þess að fara bara rólega. Já. En þá svo mikilvægt að mæta. Ef þú ert í þannig aðstöðu í lífinu, komdu í sjóin. Það það mikilvægasta. Þetta svona tækifæri til að kynnast sér vegna þess að þú veist, við erum svo mikið í egónu og það svo mikið keppni í okkur og sérstaklega, þú veist, bara okkur sem þjóð og þú veist, að koma úti og þú búin að ákveða hvað það ætlaðir að gera og ferða miðaði við aðra og svona, þú veist, þetta akkurat ekki staðurinn til þess. Þetta akkurat staðurinn þess að þú ert bara að hlusta inn í þig, fara úr höfðin á þér, úr egónu og bara vera til. Einmitt, við erum ekki að massa neitt í sjónum. Það bara hættulegt. Þannig að heilsufarslegur ávinningur af sjóböðum greinilega rosalegur. Já. Andlegur, líkamlegur, gríðarlegur, já. Minkar streitu, róar taugakerfið. Það róar taugakerfið ef þú gerir þetta rétt. Ef þú gerir þetta rétt. Annars lendur ég eins og ég bara. Já, og þannig þú að bregðast við þessu áreiti. Þannig bara gífulegt áreiti að fara í kalt eða klakabað. Og þannig bara kerfið þitt, taugakerfið þitt að segja bara halló, nei. Þú veist, ég ekki að fara að gera þetta. Sem sann svo ótrúlega dýrmætt uppgötvun. Já, einmitt að fá meðvitund á þetta, bara vá. Og ég hef líka bara verið opin með þetta, því að mér svo mikilvægt að, þú veist, fólk átti sig á því að líkamann að reyna að segja okkur eitthvað. Alveg. Hann bara að segja stopp. Og þú þarft einmitt þetta mildi til þess að hlusta.
þannig að og við þekkjum það alveg að við erum dugleg, við getum massað alls konar aðstæður, við bara getum sett í powergýrin og bara haldið áfram sama hvað, en alls ekki með sjóin. Það er eitt sem við erum búin að uppgötva í gegnum sjópaðsleikarnámskeiðin er hvað er mikilvægt að geta sagt þegar maður er ekki stuði eða þegar maður bara, þetta er ótrúlega blautt og kallt og það er svo mikið rók í dag og mér langar ekki úti. Þannig að við gerum það markvisst að áður en við förum úti er einhver sem að, þú veist, það er opið fyrir kvartanir núna, er einhver sem að vil deila og ég meina, ég hvet alla til þess að pröfa að þegar manni finnst eitthvað óþægilegt eða líður illa með eitthvað að segja það bara, þú veist, þú getur þess að fara inn á klósett, skilur, og tala við sjálfa þig og satt bara, þú veist, ég er bara alveg hrikalega kvíðin fyrir þessum fundi og ég er bara skítrætt við, ég mun ekki ná að standa mig og bara við að segja þetta, eins og þegar við segjum í fjörinni, mér er bara tunna, mér er bara kalt í dag og ég er lítil í mér og mér langar ekki að fara úti og þá breytist ástandið. Þú veist, það er ekki að fara að breyta því, ég er að fara úti en spennust í því líkamannum, það bara slaknar á því með því að fá að skila þessu út. Og þú ert líka með þessu að gefa þig leyfi að gera minna. Þannig er þetta að segja við þig, ég er bara ekki nógu vel stend í dag, ég ætla að gera minna. Svo þarf ég ekki einu svona að gera minna kannski. Þetta kannski bara snýst að kannski og kannski, en bara að losa þessu spennu út úr líkamannum, breyti bara öllu. Alveg. Ég spyr síðan alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Ef ég byrja þér Tinna. Já, heilsa er bara heilbrigði og jafnvægi. Já. Og nú er ég hómeopati, þannig að ég vinn mjög mikið með heilsuna og heilsuráðgjöf og við erum oft í jafnvægi í alls konar ójafnvægi samt. Þannig að það getur þannig að það getur verið jafnvægi í ójafnvægi. Já, fyrir þá sem ekki vita hvað hómeopatía er. Já, hómeopatía tilheyrir náttúrulækningum og við erum að nýta smá skammta til þess að búa til heilunakraft í líkamannum. Þannig að við erum og hún byggist upp, þetta er kerfi sem er hannað þannig að þetta byggist upp á samtali og greiningu og einmitt hlustun á einkenni sem að líkaminn er að kalla fram til þess að benda okkur á hvað má betur fara. Og eins og til dæmis þá við erum að horfa inn í streitu, við erum að horfa inn í lífstíl mjög mikið og svo notum við þá smáskammta til þess að hjálpa líkamannum að kalla fram betra jafnvægi. En heilsa fyrir mér er einmitt heilbrigði, að vera í sínu besta, svona reyna að ná sínu besta jafnvægi og já, og þar erum við að tala það sem að Margrét tala svo mikið 80-20 regluna. Ég er mjög hrifin af því. Og þannig að það sé bara, við lifum í nútíma samfélagi, en við viljum samt kannski líka vera meðvituð það að við þurfum að vera í tengslu við náttúruna, við megum hugsa betur okkur. Og það er allt þetta með hreyfingu og svefn og mataræði sem við erum alltaf að horfa inn í. En þú Margrét, hvað er heilsa fyrir þér? Fyrir mér er heilsa að leyfa okkur að vera eins og við erum, sýna okkur mildi og vera í góðu sambandi við okkur sjálf. Og þá kemur einmitt þessi 80-20 pæling sem að Tinna var að nefna inn í það líka, að mér finnst ofboðslega mikilvægt að við, sko þegar við erum í góðu sambandi við okkur sjálf, þá viljum við vanda okkur, en við viljum heldur ekki þurfa alltaf að vera þæg og góð, við þurfum líka að fá að vera óþekk. Þess vegna er 80-20, því að ef við æfum okkur því að vera 80% þæg og góð, en eiga svona 10-20% í að vera óþekk. Já, svona skemmtilega sögu að ég er búin að vera að halda heilsunámskeið núna í einhver 10 ára eitthvað, og þá gerir fólk svona ákveðna kröfur til manns og setur mann á einhvern svona stall sem ég er alls ekki á. Og fyrir nokkrum árum þá var ég í röðina Bæris bestu. Og það keyrir svona bíll upp á manni, það var upp að mér, það var þegar Bæris bestu var við götuna og skrúa niður rúðuna og svo bara öskrað á mig bara, hvað ert þú að gera þarna? Og ég bara svona fylltist af skömm, það var bara svona instant þið vitið, tilfinning sem kom yfir mig. Og ég hef notað þetta svo oft síðan og þetta var mér svo mikil
uppljómun. Varst að fá þér pilsum? Nefnilega, og veistu hvað ég gerði? Ég man ekki eins og hvort ég var að fá mig pilsuð ekki, en þegar ég var að vinna með út úr þessu, þá saði ég á námskeiðum þegar ég var að segja þessa sögu og ég var ekki eins og að kaupa pilsu fyrir mig. En núna, skilur Tinna, þá get ég bara sagt full blown bara, já, ég var að kaupa mér pilsu og ég hafði heimild fyrir því. Geggjað, elska það. Þetta er stóra málið fyrir mér, að við, þú veist, séum að hugsa vel okkur, séum í góðu sambandi, en við getum líka leyft okkur og ég þarf ekki að sýnast, eða ég hef ekkert að sanna og ekkert að verja fyrir einum og neinum nema bara fyrir mér sjálfri. Þetta er svona eins og í bónus þegar maður sér fólk svona kíkjun í körfuna. Já, einmitt. Er hún að kaupa sér smak? Einmitt. Og daginn var ég að kaupa fyrir, hvað var ég að versla fyrir? Eitthvað ammæli eða eitthvað, þetta var eitthvað og það var bara óhaldlist á í körfinu minni og ég sagði líka bara við hann sem er með mér, ertu til að taka mynd á mér, heilsuerla í bónus, að því að mér fannst þetta svo fyndið. Brilljant. Þú veist, þetta mér finnst þetta frábært. Við skulum í alvörinu ekki vera að láta fólk halda að við séum eitthvað heilug eða maður sé eitthvað betri en annar, bara nei. Við erum bara öll í sama bátnum og það eru allir að takast á við sömu hluti og ég þarf að fá að segja það svo ég gleymi því ekki, en sko varandi sjóin þegar við erum að tala um að þá get ég ekki hugsa mér eftir að hafa verið búin að stunda núna sjóin með Tinnu og öllu okkar fólki og þér Erla og ég get ekki hugsa mér að búa í lengri tíma einhvers staðar þar sem ég hef ekki aðgang að sjó. Talandi hvað það gerir fyrir mig. Fyrir mig er þetta líka bara svona líf fyrir og eftir sjó. Bara svona svo ég gleymi ekki að koma þess að Já, ég er sammála. Og ykkur er náttúrulega mjög umhugað heilsuna, heyri ég, og þið eru báðar heilsumarkþjálfar, er það ekki? Já, eins og ég. Já, við erum allar með sama nám kannski. EEN. En merkilegt. Institute for Integrative Nutrition. Svo bætti ég við mig markþjálfanáminu aukalega, en þar svona opnaðist áhuga minn á markþjálfinni gegnum það nám og mér langaði að ná mér í svona meiri markþjálfin. Og þið vinni báð, eru þið ennþá með námskeið í sig hverju lagi? Þú ert með, Margréti með heilsunámskeið? Já. Og svo er ég í svolítið svona öðru. Mín palletta er alls konar. Og ég náttúrulega er í homopatíunni þar sem ég heiti einstaklinga, en svo er ég að vinna líka í markþjálfun og svo er ég með námskeið í tarotlestri. Já, en skemmtilegt. Þannig að það er svona svolítið öðruvísi. Áhugavert. Og þetta er kannski það sem að gerist þegar að því að mér finnst mikilvægt að lifa í flæði og segja já við tækifærum. Og tarotnámskeiðin mín hafa byggst upp að því að ég hef áhuga á tarotspilum og hef notað þau sjálf í mörg ár, alveg eins og sjóbaðsnámskeiðin. Þetta er svona þegar áhugamálið verður vinnanmanns. Ég þekki sko tarot ekki neitt, ekkert. Þetta eru spil með myndum? Þetta eru spil með myndum, jú, og þau koma fram á Ítalíu á svona 14. og 15. öld og þetta eru eins og byrja þá fyrst sem hefðbundin bara spilastokkur sem leikur og svo bætist inn svona ákveðin hluti spilana þar sem að fólk fer að nota þau í þeim tilgangi þá að spá fyrir atburði sem að er í framtíðinni. Þannig eru spilin hugsuð, en það sem að ég geri á mínum námskeiðum er það að ég er að kenna fólki að nota spilin sem tæki til sjálfskoðunar. Og þar blandast inn náttúrulega þá markþjálfun, af því að nú er ég að vinna sem markþjálfi. Og þannig að þetta er tæki til að svona skoða og rannsaka sjálfan sig og eiga samtal við undirvitunduna og ná fram kannski einhverju sem það hefði ekki dottið í hug í vitund en þarna áttu samtal við spilin og kannski kemur eitthvað í ljós sem að þú vilt rannsaka frekar. Já, þannig að þetta er bara mjög gaglegt og skemmtilegt. Já, gaman. Sko fyrir þá sem ekki þekki markþjálfun eða heilsumarkþjálfun, þá er þetta svolítið, maður er að hjálpa fólki að finna leiðina sjálft, þú veist, það hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Já. Að þú veist, spyrja réttu spurningana þannig að þessi svona, ég lýsi því ofta, ég er sko, ég er gætin í rútunni en sá sem er í markþjálfun hjá mér er bílstjórinn. Og ég held að þetta er einmitt svo mikilvægt að því að við Magga erum báðar náttúrulega í markþjálfun að þetta er rauði þráðurinn í öllu sem að við gerum. Þannig að það er alltaf, við erum með ákveðið utanumhald og við erum með svona, við leggjum til ýmsa hluti eins og með sjóin, þannig að við erum með utanumhald og við erum með prógram, en svo er það þáttakandinn á námskeiðinu hjá okkur sem að stýrir sinni vegferð. Það er mjög mikilvægt. Þannig að við erum aldrei að segja við fólkið okkar
út í 3 mínútur á þennan og þennan hátt. Heldur þetta tillögur, við erum til staðar til að styðja fólk, en svo fólk að rannsaka sjálft sig á námskeiðum hjá okkur. En heita þín 80-20 eða? Sko ég hef verið með námskeið sem heita 10 dagar hreint mataræði og þá ég með undirbúning og 10 dagar hreint mataræði og svo ég með námskeið líka sem 3 mánaða námskeið og heitir 80-20 lífstíl og þá byrjum við á 10 dagar hreint mataræði og síðan höldum við áfram og til þess að búa til nýjar venjur, það tekur ákveðin tíma og til þess að geta stunda þetta í bara friði og ró, skilur, þannig að það sé ekki eitthvað átak, heldur bara, við erum bara að búa okkur til lífstíl sem að við getum stundað alltaf og svo ég að vinna sem arkitekt líka, þannig að við erum að gera alls konar. Konur margra hatta. Já, það svo skemmtilegt og mikil forréttindi að geta, eins og fyrir mig, ég erfitt með að sitja í heilan dag fyrir fram að tölvu, þú veist, ég þarf að fá að leika mér, ég þarf að fá að vera að gera alls konar og ég þarf að vera aktív og ég þarf að vera í miklum samskiptum við fólk, þannig að þetta bara algjör forréttindi að hafa tækifæri til þess að geta gert alls konar. Ég tengi sterkt við þetta. Svo erum við Margrét nefnilega með svona dekorhelgi þar sem við förum að hópa í Kjós í svona eigum dásamlega helgi saman og þar erum við að leiða saman allt þetta sem að við gerum í sikkurulagi og leiðum það saman á einni helgi. Og þá erum við mitt að fara í sjóinn og ána og við erum að læra af Margréti mataræði og blóðsykurstjórnun og svo erum við að læra pínlítið tarotspilin og talnaspiki hjá mér og erum að blanda inn einmitt líka hugleiðslu og öndun og gerum alls konar svona skemmtilega hluti. Hljómar ótrúlega vel. Svo hafið þið verið að fara til Færeyja með hópa, þegar ekki? Já, við förum alltaf á vorin til Færeyja, eða alltaf, við erum að fara 3. vorið. Við erum búin að fara 2 vor og erum að fara næstu ferð í byrjun mæ, núna í 2024 og þetta sjóbaðsferð og við erum að fara að hitta vin okkar ölduna og fara að dippa með þeim því að við erum að nota þetta orð dippa, þetta tökuorð færisku. En þetta lýsir svo vel því sem við gerum í sjónum. Við erum einmitt að dippa, aðeins að dýfa okkur honum. Og já, við förum eina helgi í bara dásamlega sjóbaðsferð og Færeyjar eru yndislegar. Og þetta kemur til að því að við vorum með hana Höllu okkar sem var sendiherra Færeyja á Íslandi og hún var hjá okkur í sjónum og í gegnum samtal við hana að þá kemur upp þessi hugmyndum að fara til Færeyja í sjóbaðsferð og við erum kannski að því að þetta tengist markþjálfun ef það rætt eitthvað og það kemur inn eitthvað ævintýri að þá bara neglum við í það. Svo voru svo heppnar sko að í tengslu við þetta kynnistu líka Míu vinkun okkar sem verður 99 ára þessu ári og býr í Vestmanna í Færeyjum og í fyrstu ferðinni fórum við og heimsóttum hana vegna þess að hún fyrirmyndin okkar og byrjaði að stunda sjóbuð fyrir 65 árum þegar hún var eignast sitt annað barn og leið ekki vel, gat ekki haldið á barninu og var mögulega kannski að fást við fæðingaþunglindi og maðurinn hennar segir prófaðu að fara í sjóin og stunda sjóbuð og þau bjuggu bara sjórin var hinum með götunni hjá þeim. Hún byrjar að fara í sjóin á hverjum degi, bara stutt og eftir 3 mánuði var hún búin að ná sér og hún alltaf hélt áfram að stunda sjóin og núna hún komin í hjúkrunarheimili sem alveg niður við sjóin sem við myndum vilja byggja öll hjúkrunarheimili og elliheimili við sjó og því það geta allir farið í sjóin bara varlega, þetta bara spurningum þú veist, ferðu upp á öklum, ferðu upp að hné, þú veist, ferðu kannski bara á tánum í fjöruna en hún sérst 99 ára þessu ári, hún sefur fram að hádegi, borðar hádegismat og svo fer hún í sjóbað og hún fær bara aðstóð, 1 eða 2 sem að koma með henni. Hún lappar niður lóðréttan stálstiga til þess að komast í sjóin og svo syndir hún 20 sundtök út og 20 sundtök heim. Magna. Var ekki myndum hann? Eða? Jú, barnabarnið hennar gerði myndum hana sem heitir bara Mía frá Heigum. Við hvetjum alla til þess að horfa á. Dásamlega falleg mynd. 7 mínútna mynd þessa konu sem að bara... Og hún einmitt svo mikil fyrirmynd að því að það þetta mildi sem að hún sýnir sér, hún aldrei lengi en hún stundar daglega. Þú veist þessi daglega ástundun sem svo til fyrirmyndar. Þannig að hún átrúnaða góðið okkar. Og hún segir svo mikið þegar við erum að búa okkur til venjur að við þurfum ekki endilega alltaf að gera mikið. Þú veist, það til dæmis
eitt, þú veist, að bara búa rúmið sitt á hverju mótni, skilur, þá ertu búin að gera eitthvað eitt gott. Þú veist, við þurfum ekki að, þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað risastórt, en að við bara gerum eitthvað á hverjum degi. Já, og líka kannski tengt því að við erum með fólk á öllum aldri á námskeiðum hjá okkur og okkar elsti þáttakandinn að verða 81, það ekki? Næsta ári, já, í janúar. Já, mamma. Mamma er eina fyrirmyndanum okkar líka. Já, hún 3 sinnum í viku í sjónum með okkur. Já, pæli í því. Það ekki. Og þegar það ekki námskeið, því við erum ekki með námskeið á sumrin, við erum bara frá september og fram í lok mæ, þá fer mamma bara sjálf. Já, hún ótrúlega dugleg. Ekki. En að því að nú eru því svo rosalegir viskubrunnar, heyri ég, og með alls konar námskeið og svona. Það væri ótrúlega gaman að kannski að spjalla aðeins sko að því að sem heilsumarkþjálfar þá vitum við allar að næring ekki bara maturinn, allt annað í kringum okkar mikilvægasta næringin, en varðandi samt mataræðið. Það væri alveg gaman svona að heyra aðeins eins og kannski frá þyrtina með föstuna og mér heyrist þú vera ágætt með vitneskjum blóðsykur. Hvort við getum aðeins komið inn að það bara svona smá. Mér finnst fösturnar bara mjög áhugaverðar og ég held að það sem að við vorum með mitt að taka inn á þessu námskeiði þarna fyrir 3 árum síðan, við þurfum kannski að fara að skella aftur í föstunámskeiði. Já, en þá að sko þær eru til alls konar föstur og það einmitt líka að taka inn þetta mildi inn í föstuna. Þetta þarf ekki að vera að borða ekkert og líða illa og vera orkulaus. Fösturnar snúast alls ekki um það. Og á föstunámskeiðinu þá vorum við einmitt að svona endurhanna hugmyndir okkar mat. Það búið að segja okkur það að við þurfum að borða 3 á dag og stundum verið að segja okkur að við þurfum að borða 6 litlar máltíðir á dag. Halló, þú veist bara alltaf að borða. Þannig að við erum svolítið að endurhanna þessar bara hugmyndir okkar matinn og líka það að það eins og það sé eitthvað hræðilegt að verða svangur. Mitt. Það verður maður hangry. Já, það sé bara alveg endir alheimsins að vera svangur. Þannig að fösturnar snúast um þetta. Bara hugmyndir okkar mat, hvernig líður mér þegar ég borða ekki, hvernig líður mér þegar ég byrja svo að borða aftur. Og nú ég að stunda föstur, bara alls konar föstur og alltaf að pröfa mig áfram og eins og til dæmis þessar lotuföstur þar sem að þú getur þá verið að fasta í 14 tíma eða 10 tíma, fasta, hætta að borða klukkan 8 á kvöldin og opna svo meðvitað þegar þú byrjar að borða morgumat, ef þú borða morgumat klukkan 10 eða klukkan 11 eða jafnvel hádegismat klukkan 12. Þannig að já, og í föstu ástandinu, það sem að, þú veist, af hverju gerum við þetta? Já, akkurat. Þannig að í föstu ástandinu að þá fær líka minn tækifæri til þess að fara inn í svona viðgerðarfasa. Þannig að við fáum þá frí frá þessu áreiti að vera endalaust að borða. Og það svona ákveðin fræði innan í föstunum þar sem að við sjáum það að rannsóknir að sína það að þetta regulerar líka hormónakerfið og þannig og eins og til dæmis með svengd eða settu og svengdarhormón að þegar þú ert orðin svona vön í að fasta þá eins og þessi hormón nái sér inn í betra jafnvægi og þá ekki eins akút þegar kannski það senkar, hádegismat senkar klukkutíma þú nærð ekki að borða kvöldmat. Það ekki mayday. Nei, það ekki þetta hræðilega ástand. Þannig að sko það allt kerfið bara taugakerfið og líkaminn, það eins og að skapist bara meiri ró og líkaminn fær þá náttúrulega tækifæri til að fara inn í svona hreinsunarfasa þar sem að verða bara að taka út bara ónýta frumur og svona líkaminn að gera við sig. Þannig að þannig erum við í raun og veru í föstu ástandinu að tryggara heilunarferli. Akkurat. Og þetta náttúrulega heilunarferli sem að líkaminn kann að vera í. Og við kannski könnumst einmitt við það að þegar við verðum veik, þá missum við matalistina. Þú veist, við erum bara líkaminn bara hannaður til þess að endurnýja sig. Og það kannski hluti af þessu að það bara heilbrigt að vera ekki sífellt að borða. Akkurat. Og gefa sér frí. En hefur eitthvað að skoða mun á milli karla og kvenna? Maður hefur heyrt að það sé alltaf einhvern veginn að þessi hormón hjá okkur konum fari stundum úr jafnvægi í föstum og þess vegna henta fasta stundum betur karlmönnum.
Algjörlega og við kannski að því að þeir eru að tala sko milli kvenna og karla, dagsformið okkar svo, við fungerum allt öðruvísi í bara okkar hormonakerfi bara allt öðruvísi. Kannski tengt tíðarhringnum eitthvað. Getur verið tengt tíðarhringnum, einmitt. Þannig að við þurfum kannski að fasta, við getum ekki fastað eins lengi, við erum að tala lotuföstur, að þá betra fyrir konur, eða talið betra fyrir konur að vera með styttri föstutíma, þannig að það hendi jafnvel konum að rannsaka frekar 12 tíma eða 14 tíma föstur og svo kannski líka að vera ekki alltaf að fasta eins, það síður, hendar okkur síður, þannig að það getur verið betra fyrir okkur konur að taka 1 dag í viku. Þannig að við sem að taka kannski, við getum pröfað að taka þá 1 sinni í viku þar sem þú tekur föstudag og svo tekur þá einhverja 3-4 daga þar sem að þú bara í svona venjulegu mataræði eða borðar venjulega og fastar minna. Þannig en hver og einn þarf að rannsaka þetta hjá sér. Af því það ekki einu uppskrift sem að hendar öllum en við erum, við þurfum að hlusta betur á okkur. Já, með þetta konur sérstaklega. Ég sammála því. Já. En þegar við byrjum að borða eftir föstu, þá skiptir náttúrulega rosa miklu máli hvað við fáum okkur það ekki út af blóðsykrunum. Jú, það skiptir mjög miklu máli að við séum að borða þá máltíð sem með góðri fitu og prótínum og flóknum kolvetnum. Ég næ ekkit alltaf að gera það, sko, ég stundum óþekk. En og það líka svo sem partur af því að líka minn vennist í að fá alls konar og díla við það, en klárlega ef maður fer eftir bókinni sem mjög gott að gera sem oftast að borða vandaða máltíð sem ríka á góðri fitu eftir föstu. Þannig að, og ég held sko þetta með þetta með blóðsykur og hvað við að borða og svona, mér skipta svo miklu máli að við hugsum af hverju erum við að borða? Einmitt. Erum við að borða ofan í, við erum mjög mikið þessu skrítið, þegar við erum lítil þá erum við bara út að leika og gleymum því að borða og maður bara, það verður að kalla í mig mat, ég verður að fara. Svo þegar við eldumst og kannski að því að við erum ofta að gera einhver verkefni sem okkur finnst ekki leiðilegt, þú veist, sem okkur finnst leiðilegt, skilur við. Þannig að þá förum við að nota mat. Borða tilfinningarnar. Að borða ofan í tilfinningarnar okkar og þetta rosalega mikilvægt að rannsaka. Þú veist, hvað ég að borða ofan í hérna og af hverju þarf ég að borða? Og það að geta sko, þú veist, það sem ég mjög mikið að tala á námskeiðunum mínum getum við aðeins rannsakað hvort við getum aftengt sem mest mat frá tilfinningunum okkar. Og það risastórt, bara að byrja að hugsa og þá ég ekki að segja að maður eigi aldrei að gera það, þú veist, ég meina ég gera það sjálf, þú veist, að hugsa bara ég stund alveg tilfinninga átt sjálf eins og örugglega bara flestir aðrir, en þá reyni ég að gera meðvitað. Bara núna ég að borða ofan í þessar tilfinningar og ég ætla að njóta þess. Hér bara eitthvað Snickers og bara þú hefur alltaf verið til staða fyrir mig og nú erum við að fara að eiga geggja date. Og það bara allt upp á borðum, alveg eins og þegar ég var í röðinni þannig á Bæjarins bestu, þú veist. Þetta bara, ég ekki að feilupúkast með þetta. En bara að eiga þetta samtal og vera ekki að ýta tilfinningum og drasli niður, að því þegar við gerum það, að þá hafa þær tilhneigingu til að stækka. En ef það bara inn upp á borðinu og við tölum það eins og við erum og þær og við segjum bara, þú veist, mér sjórin bara, mér stókulega kallt og mér langar alls ekki að fara úti, þú veist, ef ég má bara segja það það breytist svo margt við það og þá verður samband okkar við okkur sjálf svo miklu heilbrigðara. Mér langaði einmitt að bæta við í sambandi við fösturnar og einmitt tengt þessu líka að í föstu ástandinu eða fasta það þýðir ekki endilega að borða ekkert. Í föstu ástandinu getur verið að taka inn eins og heilbrigða fitu eða beinasóð eða grænmetisóð, þannig að þú getur verið að taka inn góða og styðjandi næringu sem samt sko, til þess að vera í föstu ástandinu og þá náttúrulega þurfum við að vera undir ákveðnum þá kaloríum eða ákveðnum svona næringagildum en föstu ástandi þýðir ekki að vera bara í vatni. Heldur getur verið að búa til næringu fyrir líkamann með því að taka inn til dæmis beinasóð eða einhverja svona heilbrigða góða næringu. Þannig að, og það einmitt þetta að fæðan eða maturinn,
að við erum að borða lifandi mat. Við erum að borða lifandi mat sem að næra líkamann og við erum að búa til orku í líkamannum. Þegar ég fasta þá ég orku mikil. Og þegar ég dreg svo inn næringuna aftur, þá ég að vanda með að taka inn næringu sem heilbrigð og býr til orku í líkamannum mínum. Það svo geggjað að hugsa þannig fyrst mér. Einmitt og hugsa sko, já, þú veist, hugsa, við höfum svo ríka tilhneigingu til þess að nota mat, til þess að verðlauna okkur og refsa okkur. Og við erum svo ofta að hugsa bara, já, ég þarf að léttast. Þú veist, til dæmis bara það að hugsa heilbrigð út frá því, ég þarf að léttast, ég þarf að minnka mig. Sú hugsun svo leiðileg, hún svo niðurdrepandi og hún svo hamlandi fyrir gleði og það að njóta lífsins. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við nálgumst þetta út frá og ég kem alltaf aftur að þessu með samband okkar við okkur sjálf. Þú veist, hvernig get ég hugsa betur sjálfa mig og hvað get ég gert til þess að vera orkumeiri og glaðari og hugsa þetta út frá því að það sé gulrótin en ekki það að ég sé að fara að minnka mig. Einmitt. Og það því miður svo algeng hugsun. Já, bara... og það ekki hjálplegt. Þú veist, það ekki að fara að leysa auka kílóin. Nei. Ég hef aldrei verið jafn líkamlega hraust eins og þegar ég var í COVID, að segja þetta. Þá fór ég í svona næringaþjálfun og hún var alltaf að láta mig borða meira og meira. Og ég hugsaði bara, vá, og samt var ég svo hraust að ég var að borða til að verða sterk. Einmitt, og ég elska það. Og það var svo gaman. Og þetta samræmist líka eins og við vorum að tala með skilaboðin í markþjálfun. Að setja inn jákvæðar venjur. Þú gerir eitthvað jákvætt, þú setur inn jákvæðar venjur, þá miklu minna pláss fyrir allt raslið. Einmitt. Elska það. Já, þetta skiptir máli hvert við setjum athyglina. Af því að þegar sem við setjum athyglina, það það sem vex og dafnar og ef við erum að hugsa, ég má ekki þetta, þú veist, þetta svo leiðilegt maður. Höfum gaman og sýnum okkur mildi og kynnumst okkur og leitum leiða til þess að augra okkur en þá spýtust við inn í þægindarhingin samt aftur. Þannig að þetta svona skemmtilegu leikur en ekki einhvern veginn svona refsing og leiðindi. Maður hafa gaman. Hvernig getum við breytt þessu? Breytt hugafæri annara? Sko, já, fyrir mitt leyti finnst mér þetta mikilvægt, það sem við vorum að tala núna, að setja að búa til jákvæðar venjur og að það sé eitthvað sem gaman. Þetta ekki, sko, við erum ofta að hugsa þá heilsuna eða eins og mæti í ræktina eða borða heilbrigðan mat, það eins og við sem að hugsa það sem einhverja afplánun og þú ætlar að afplána það í sem styrstan tíma mögulega og svo dettur það út af þessu spori. Við þurfum að endurhanna þessa hugsun, finnst mér. Þannig að það að vera að huga að öllum þáttum lífsins til að ná inn þínu besta heilbrigði sem náttúrulega hreyfing og matur og svefnin og streitu ástand. Veist, það bara það sem við gerum í lífinu og að venja okkur að draga inn eitthvað jákvætt. Eins og að fara snemma að sofa. Vá, hversu mikið dekur það? Elska að fara snemma að sofa. Geggja dekur. Fara upp í rúm, snemma með góða bók. Hitapoka. Hitapoka, já. Þú svo sniðum með það. Geggja kærasta. Síminn frammi. Já. Og það, ef ég má stinga upp á einni góðri venju til þess að bæta inn í lífið, takið ekki síman inn í svefnherbyggi. Síminn á að vera frammi. Ég sjálf að taka mig gegn með þetta, þannig að þessum þetta ofalega mér í huga. Ég að spæða hvað ég gera til það því að ég tek síman með mér og að hugleiða, nota síman til að hugleiða. Já, þú verður þá bara að fara fram með hann aftur. Sko, þú getur haft síman frammi en verið með AirPods í eyrunum. Ég vil nefnilega ekki vera með AirPods því ég svo hrædd við þessa geislun, þess vegna ég frekar með svona snúruheyrnartól. Okay. Já, þú verður annarkvort verður að semja við fjölskylduna að einhver kom og sæki síman. Þú getur pröfa það. Ef þú vilt ekki standa upp sjálf. En getur verið með hugleiðslu í tölvunni á skrifborðinu eða einhversta nálægt? Eða þú getur líka verið með hátalara. Má ég vera með tölvuninu svefnherbergi? Nei. Ég held það. En þú getur verið með hátalara. Já. Hátalara? Já. Eins og þeir eru með á ströndinni? Bluetooth hátalara. Boomboxið. Má ég vera með það? Þú mátt vera með það. Það
Það getur verið langt frá þér, sko. Nákvæmlega. Þú lætur bara alla hugleiða í fjölskyldu. Einmitt, það verður bara hugleysla áður og við fyrir að sofa og svo megum við sofna. Já, ég myndi stinga upp að með svona góðu venjum. Þetta getur verið mjög góð venja. Ég að reyna að taka inn svona góða venju með síman hjá mér allavega. Þannig að já. Já, ég það var daginn, ég held að hún Erla Björs hafi verið að segja þetta í viðtalinu hjá mér, að við notum svefn sem refsingu fyrir börn. Eða þú ert óþakk fyrir að snemma svo. Við með bara allir að hætta þessu. Já. Að því svefn á að vera eitthvað dýrmætt, mann á að hlakka til að fara upp í rúm. Já, það og hvílast. Ég elska að hlakka til að fara upp í rúm. Mikilvægur. Svefnin svo mikilvægur og við erum kannski ekki að tala nógu það. Nei. Og við erum að fara of seint að sofa. Það ekki svona almennt. Já, þetta gerist svolítið á unglingsaldrinum því að þeirra líkamsklukka brengla staðins. Þau fara rosa seint að sofa. En þau þurfa samt að vakna snemma til að vera í skólan. Þannig einhvern veginn þurfa að gera það cool. Algjörlega. Gera það cool. Já. Góð hugmynd. Mér langar svo að koma aftur að því þessi er svo frábær spurning. Hvernig breytum við hugafæri annara? Og mér er svo frábær líkingjaðir áðan með rútuna og bílstjóran og leiðsögumannin. Og ég lít þannig á að við breytum alls ekki hugafæri annara. Heldur bara, þú veist, það bara allir bílstjórar í sínu lífi. Og ef eitthvað sem eigum að reyna, það er að vera meira bílstjórar og ekki aftursætinu. Og ég lít, einmitt bara ég að hugsa það núna þegar við erum með þér að ég lít á mig sem svona leiðsögumann. Eina sem að við getum gert er bara að vera fyrirmyndir fyrir okkur sjálf og aðra. Og lokka fólk með okkur í leikinn. Akkurat. Já, akkurat. Eitthvað sem þið viljið bæta við svona lokum? Já, það er reyndar eitt vegna þess að þegar maður byrjar að tala sjópuð og við Tinna, þá verðum við svona eins og prestar að við bara, þú veist, getum ekki hætt og fólk orðið bara svona, já, please fara að forðast okkur í bóðum og svona bara, já, nei, passaði þær þarna í hotninu, þú veist, ekki koma nálægt þeim og við erum að bjóða upp á fyrir fyrirtæki, við erum að bjóða upp á fyrirlestra og svona verklega tíma og þetta er svo mikið hópefli í þessu, þannig að það er svo gaman fyrir fólk sem að langar kannski til að pröfa en hefur ekki haft kjark í það sem að er svo skiljanlegt að þá erum við að bjóða upp á að koma og búa til stemningu og svona lokka þau með okkur í sjóin. Já, þannig þá erum við einmitt með og þetta byggist upp á fræðslu, þannig að við erum að svona hjálpa eða gefa upplýsingar hvað sjórinn eða hvað kuldaþjálfun gerir fyrir þig, af hverju ættir að stunda kuldaþjálfun og svo er þetta bara svo gott fyrir hóp að vinna svona saman, að stíga svona út úr þægindarammanum saman, styðja hvort annað í að fara inn í áskorandi aðstæður, af því að svo er það náttúrulega eitthvað sem að þau geta tekið með sér inn á vinnustæðin sinn og þetta er bara eitt af besta hópefli sem þú gætir bara sett teimi eða hópa í, myndi ég halda. Ég veit að það eru margir kennarar í MH sem fara í hádeginu einu sinni viku í Sjósund. Já, frábært. Nákvæmlega, meðal annars svona yðin flotta frænka mín. Já. Já, og það eru með svona vinnuhópar sem að koma í hádeginu eða seinnipartinn og það og ég myndi kannski halda einmitt að Sjósundi, það er svo gott einmitt þegar stundar sjóböðin með hóp. Já, og í Sjósundi og sjóböð eru pínu miskilin. Þetta er alltaf öðru sem ég held. Já. Það er bara... Viltu aðeins lýsa þig, hvernig helstu það? Því það er svo áhugavert. Já, sko ég hafði farið sjaldan í Sjósund áður en ég kom á námskeið þarna í mars og þá var það með einhverjum svona nöglum sem að, þú veist, voru ekki að sýna sér mildi og hafði alltaf bara, við bara óðum úti, syndum strax út að kaðli og gengum upp og í pottin. Og það er svolítið mikið þegar þetta byrja. Fyrir þá sem ekki þekkja, þá er þetta alveg 5 minútna sund eða ég veit ekki þetta eru 350 metrar þegar sjórin er sko þegar það er svona bara hæfileg milli staða sjó hvorki full fjara eða flóð þá er þetta svona 350 metrar og þú þarft að geta synt út að kaðli verið bara nokkuð sterkur sundmaður og það tekur þig cirka 7 til 10 mínútur eftir því hvað þú syndir hratt að synda út að kaðli. Þetta var fyrsta skipti sem ég fór í Sjósund. Já, og 7 mínútur er mikið, sko. Já. Þannig að þegar ég kom til ykkar og bara hafa á, ok, þú veist, þá fór ég kannski bara upp að mitti. Fyrsta tíman og allt þetta. Hvernig fannst þér það að fara upp að mitti bara í fyrsta tíma? Mér fannst það bara alveg nóg. Þú veist, ég var bara að hlusta líka mann. Ég var bara... Já, að því að við upplifum líka stundum að því að við erum að stýra námskeiðunum okkur svoleiðis að við erum bara að byrja rólega að svona
snerta á kuldanum bara til þess að manneskjan kynnist sjálfri sér í þessum aðstæðum og við upplifum stundum að fólki finnst það ekki hafa gert neitt. Þannig að það kemur og það veður upp að mitti og svo bara, á ég ekki að gera neitt meira, er ég bara búin? Og þannig að þá svari bara, já, en nú ætlum við að hita upp, þannig að þú ert alveg í kuldanum, við ætlum að dvelja aðeins í þessum svona kulda ástandinu, en já, þú ert ekki að fara meira í sjóin í dag. Og fólki finnst það ekki gera neitt. Nei. En það samt sem áður, öll kerfin okkar, innra með okkur, eru á milljón. Þú sogaða kerfi byrjar að pumpa, lifurinn að seita glúkósa út í blóði til þess að takast á við þessa miklu orku sem þú þarft að standa straumað til þess að fara í þetta kaldan sjó. Þetta svo merkilegt. Hver ávinningurinn á því að fara aftur úti? Daginn fórum við aftur úti eftir hún búin að hita upp? Já, sko, ávinningurinn í raun og veru, þú ert ekkert að græða neitt, en við erum að fara aftur úti bara til þess að upplifa öðruvísi líðan. Að því að þegar við förum úti í annað skipti, þannig að við erum búin að fara úti í nokkra mínútur, við komum upp og hreyfum okkur og hitum aðeins og svo löpum við örstutt úti aftur. Og þetta er í raun og veru tilgangurinn bara til þess að upplifa öðruvísi skynjun í líkamanum að því að við erum dofin. Sársaukanemarnir í húðinni, við erum mjög dofin og við erum ekki að skynja hlutina innan gæsaleppa rétt. Og þú lappar út í sjóin og þú upplifar að hann bara ekkert kaldur. Halló, bara allt öðruvísi tilfinning. En þá svo mikilvægt og við erum með þetta svona kenna fólki þetta. Það svo mikilvægt að hér einmitt skynjunin í líkamanum og húðinni ekki rétt. Hér eru við með skynsemina og við erum að segja við okkur, ég að fara í annarskipti, ég ætla að vera mjög stutt, ég lappa út í 30 sekundur, dýfi mér aðeins og svo bara upp úr aftur. En þarna upplifum við að þetta sé bara ekkert mál að lappa út í annarskipti. En það svo gaman að heyra þið lýsa þessu þegar að þú syndir út á kaðli í fyrsta sinn, að það þessi nálgun sem að við erum svo að gera öðruvísi að sko sjórinn hættulegur og það ótrúlega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að hann hættulegur og það ekkert verra heldur en að fara yfir mörkin sín og langa aldrei að koma aftur. Einmitt, ég var ekkert eitthvað æst að mæta aftur. Ég trúi því. Já, trúi því. Af því að þú veist, það annað ef þú segir ég ætla að synda héðan og þangað og þú þarft að komast þangað því þú ætlar ekki að stoppa út í sjó, þú ætlar að komast upp. Eða þá að stunda sjóan þannig að þú ert alltaf nálagt ströndinni og þú getur farið upp úr hvenær sem og þú ert að hlusta á því. Þannig þetta bara svona allt önnur nálgun sem að okkur finnst alveg svakalega mikilvæg og sem að þú akkurat tekur með þér inn í lífi sjálft vegna þess að þetta eiginlega sama. Þetta sjórinn, þetta mataræði, þetta krefjandi aðstæður í lífinu, þetta á alltaf við. Já. Og þetta að sýna sér mildi, þetta eitthvað sem að margir þurfa að æfa. Já. Og alveg rétt, þetta smitast ef ég læra að sýna mig mildi í gagnvart sjónum, þá get ég lært að sýna mig mildi gagnvart kannski eigin sjálfstali eða einhverju öðru. Já, þá færðu þessa meðvitund í lífinu sjálfu og þá erum við einmitt að búa til þetta ástand að þú hlustir á betur á þig almennt. Já, það bara, þetta lifehack. Kannski leið til að tengjast sjálfum sér betur. Alveg, það það. Og án þess að hugsa svo mikið nefnilega, af því að við erum oft, þú veist maður segir kannski, viltu ekki drífa til sálfræðings og finna út úr þessu sem bara alveg frábært, en sjórinn, þú ferðar núti og þú þarft ekki að tala, þú þarft ekki að analýsera neitt sem í gangi, en margir af okkar þáttakendum segja bara, ok, þú veist, ég kom og ég var bara uppfulla streitu og bara, það var hræðilega erfiður dagur, svo fer maður út í sjó og það bara farið þegar maður kemur upp úr. Maður bara önnur manneskja. Það bara önnur manneskja sem kemur upp úr heldur en fór ofan í. Já. Við heyrum það einmitt oft og lífeðlisfræðilega það náttúrulega innspýting af hormónum þannig að það bara þannig að það það sem að gerist, við erum að búa til gleðisprengju bara á náttúrulegan hátt gerist það en við erum einmitt oft með fólk eða höfum oft verið með fólk sem í bara mjög krefjandi aðstæðum í sínu lífi og höfum heyrt það margoft hvað það sé gott að koma í sjóin og fá einmitt þessa speglun á bara stöðuna og þetta frí. Þú ferði í sjóin með alls konar drasl í hausnum
og svo ertu komin upp úr og þá er það bara farið. Þá ertu að fá þessa pásu. Já. Og þetta er samlegt. Þegar ég bara þakka kærlega fyrir þetta spjall og bara fyrir ykkur að gefa ykkur tíma til að koma og ég heyra að við getum átt margar klukkutíma samræður saman. Við þættum kannski bara hittast einhvern tímann á Spírunni uppáhaldsstaðnum mínum og spjalla. Væri það ekki gaman? Jú. Ég elska Spíruna. Það var æðislegt. Ég líka. Þetta er bara, og hún er fluttið á nýjan stað. Ég þarf að sjá nýja staðin. Ég hef ekki komið þangað ennþá. Svo fallegt. Og þau er líka búið til allan mat frá grunni. Og veit ég hvað, ég held að þau setja líka mjög mikla ást í mat. Það hlýtur að vera. Yndislegt. Af því að ég bara, ef ég á vinkonudeit, þá er það alltaf þar. Einmitt. Við Margrét höfum einmitt verið að tala við ætlum að fara á vinnudeit. Á Spíruna. Já, ég laumast bara borða og spjalla. Já, einmitt, gerum það. Hittust á Spírunni. Æ, gaman. Heyrði bara enn og aftur takk fyrir og ég sé ykkur áfram. Ég held alltaf áfram í desember. Æði, sjáumst í desember í sjónu. Takk fyrir að bjóða okkur.